Heyrðu, skal ég það að segja það svolítið. Hvað? Ég elska það alveg ofsalega mikið. Já, sömuleiðis. Hvað ætlarðu að segja mér? Já. Ég er ólétt. Er það? Vá. Það er bara eitt. Hvað? Það er ekki eftir þig. What? Rólegur. Það er ekkert annað gæi en eitt svoleiðis. Hver er það þá? Ég er ólétt eftir afa þinn. Afa minn? Jæja, krakkar mínir. Mikið finnst mér nú vænt ykkur bæði tvö. Afi, er það rétt að... Já, ég misti mig aðeins eitt augnablik. Er það ekki í lagi? Þú fer nú ekki að vera með neina að stæla við hann afa þinn. Kom inn. Góðan daginn. Ellen Ruth heiti ég. Ég hérna... Já, einmitt, ég átti von á þér. Fáðu þér sæti. Heyrðu, ég held að við séum bara búin að finna starf handa þér eftir allan þennan tíma. Já, það var nú aldeilis ánægjulegt. Ég var bara alveg að gefast upp á þessu iðjuleysi. Það er bara eins og sé ekki gert ráð fyrir fólki á mínum aldri á vinnumarkaðnum. Nei, það er nú ekki svo slæmt. Og er þetta eitthvað í líkingu við það sem ég starfaði áður? Ég var sko ritari á útflutningsskrifstofu. Nei, þetta er úti. Nú, í útlöndum? Nei, þetta er sko útivinna. Nú, já. Já, hefur heilmikið með mannleg samskipti að gera og... Já, það hljómar ansi vel. Er þetta kannski á einhverjum fjölmiðli? Nei, en þetta er ákaflega sýnilegt starf. Þetta er svona áberandi staða. Já, stjórnunarstaða. Stjórnunarstarf? Já, það má eiginlega segja það. Þú ert mikið þinn eigin herra í þessu starfi og það má eiginlega segja að þetta sé svona brautryðjendastarf hér á Íslandi. Já, ég verð nú að viðurkenna að ég er orðin ansi hreint spennt. Og hvernig eru launin? Já, launin. Það eru góð laun í boði fyrir réttan aðila. Góðan daginn. Ég er að bjóða hérna bækur til sölu. Kúka. Hemmi! Hvað var það? Hvað heldur maður? Dett í það hvað sér að ríða maður? Skal ég fá mér að ríða? Hæ. Ertu á afgreiðslu? Já. Hvað heitir þú? Jenny. Jenny. Jenny, fá eitthvað tvöfaldan vodka kók og eitthvað að éta. Áttu ekki eitthvað að éta? Jú, við erum með svona samlokur. Flott. Fá þá, svo kannski bara éti ég þig eftir með það. Nú gekk ég á langt maður. Hún hló ekki að mér. Rosalega sé ég eftir þessu. Djöfull er ég óöruggur með mig. Ætli fólk sjáu það á mér. Eru sér stótt laus? Já, blessu maður. Fáðu þér sæti og láttu bara vel með elskar maður. Ég ætla nú bara að fá hann lánan. Ok. Hvernig datt mér í huga hún ætlaði að setjast hjá mér? Nú er ég ennþá óörugari.
Ég vona að enginn hafi tekið eftir þessu. Gjörðu svo vel. Ok, Jenny. Hvað segir mér bjóða þér átt að éta á eftir? Ég er upptekin. Svo stelpur, maður. Þessa stelpur, maður. Djöfull fæ ég mikla höfnuna tilfinningu núna. Rosalega líður mér illa. Ég hef bara varla lyst á matnum. Ég er alveg að brotna niður. Ég verð að fara, annars fer ég að grenja fyrir framan alla. Halló, fyrirgefðu. Ég trúi þess ekki. Henni lísti vel á mig. Ég er í svita baði. Þú að borga hérna reikningurinn? Ok, já, vá. Þú átti reyna þetta, maður. Vá, ok, já, takk. Ég má ekki fara að grenja. Má ekki fara að grenja. Stattu þig, mummi litli. Það má enginn sjá hvað ég er lítill í mér. Skyldi einhver taka eftir því. Ég verður að komast í skjól. Ég má ekki fara að grenja. Ég má ekki grenja núna. Ég er alveg sjómaður. Einhvern enginn sé hvað ég er lítill. Mummi, hvar hefur þú verið? Ég veit hrundi í það, maður. Ég veit þá ná ég þessa rosalegu gælu, maður. Heyrðu, svo kom vinkonina, ég bara reiði þeim báðum, maður. Ég veit var hún ljót, maður. Ég veit svolítið að það var hauspoka á henni allan tíma, maður. Það er sko stundum að sletta úr skauðunum. Komið þið sæl og blessuð. Nýju strokkarnir frá Völundi eru bæði liprir og þægilegir. Með hverjum strokk fylgir næturgagn og 1000. kaupandinn fær bjúverpil að auki. Er yður mál að strokka? Komið þá við hjá Völundi. Völundur, billeg og nota 3. Hjá Völundi. Bíða nú við. Legvatnir eru dálítið græn. Þurfum að kalla á lækni. Vertu alveg róleg, vinan. Það verður allt í lagi. Húlala, hvað er að gera hér? Læknir, við þurfum að fá smá aðstoð. Ég er nú giftur maður og ég fer nú ekki að vaða upp í klofið á einhverju konu sem ég aldrei sé áður. Þetta er nú bara fæðing hérna. Fæðing hérna og þarna, ég fer nú ekki bara ábyrgð á því. Læknir, við þurfum nauðsynlega á þér að halda. Allt í lagi. Róaðu vinan. Settu lappirna saman, óþekka stelpa. Læknir, þú veist að það er ekki hægt í þessari aðstöðu. Sko ætlastu til að ég fari bara að glápa hérna upp í klofið. Búlla, góðan daginn hér, sko. Læknir, þú verður að gera eitthvað núna strax. Allt í lagi, fyrst þið eru svona ágengar hérna. En þú ert þá allavega að slökkva ljósin. Læknir, þetta er ég. Já, fyrir ekki auðvitað. Ég baði ykkur að koma hingað í dag. Vegna þess að ég þarf að flytja ykkur mikilvæg skilaboð. Svo Auður er búinn að gera erfðaskránna? Nei. En ég býst við að Katrín fósturdóttir hennar sitji ein að arfinu. Nú, er hún ekki blind? Nei, það er Pétrún, uppeldissystir Guðrúnar. Já. Er hún ekki einmitt dóttir Katrínar og Þorsteins? Nei, við skulum ekki flækja málin. En ég vil spyrja ykkur blinda drenginn. Ég læt ekkert illt henda Kristján illa. Ég lofaði Ragnhildi áður hún dó að ég skyldi styðja hann í gegnum menntaskóla og það hef ég gert. Stiltu þig, Garðar. Það ásakar þig enginn fyrir það sem gerðist. Þetta var slys. Þú eru að gleyma Þorsteini og Erlu. Þú átt alltaf Kristján illa. En getur hann tekið við fyrirtækinu? Já, halló? Nei, blessaður og sæll. Já, ég skil. Já, einmitt. Já, heyrðu, allt í lagi. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir. Ég skil. Ok, bless. Hvað? Kristján líklega verið rænt. Þetta var mannræningin. Hann krefst þess að Unnur giftist Rúnari og taki við fyrirtækinu. Annars mun blindi drengurinn týna lífinu.
Er Garðar geðveikur? Hvers vegna fær Marín á aldrei stæði? Fylgist með næsta þætti bílastæðavarðana. Góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, ég er hérna með spliff til sölu. Spliff? Já, til að spliffa ýmislegt, svona gengjur og svona. Gengjur? Já, þú ert með klast í íbúðinni, er það ekki? Ég veit það ekki. Nei, sko, ef þú ert með klast, þá er nauðsynlegt fyrir það að hafa bæði spliff og gengjur. Gengjur? Já, það lítar svona út og þetta er spliffið. Gengjurna fara svona inn í spliffið og þá ertu búinn að spliffa þér. Svo er ég hérna líka með donk sem er notað til að setja saman bæði spliff og gengjur. Það er aðeins dýrara ef þú ætlar að fá bara spliff en ódýrara ef þú ætlar að fá bæði spliff og gengjur. En ef ég er ekki með þetta í íbúðinu sem þú sagðir aðan? Já, klast. Já, einmitt. Já, þá nýtist þetta mjög vel fyrir til dæmis útileguna, jólin. Svo náttúrulega ef að fjölgun verður í fjölskyldunni. Já, ég veit ekki alveg sko. Ég skal gera það tilboð. Spliff, donk og gengja saman á aðeins 9.999 krónur. Já, ég bara skelli mér á það. Gjörðu svo vel. Hvað var þetta? Ég gerði aldeilis reyfara kauperskan. Spliff, donk og gengja á bara 9.000 og eitthvað. Geri aðrir betur. Ó, hvað, ert þú svona ógeðsleg? Já, ég er búinn að vera ógeðsleg lengi. Ekki eins og ég var að skýta á mig. Á, ég skýta aftur á mig líka, mér er þetta gott. Já, ég myndi þykja gott að skýta á þig. Já, sérðu þetta ógeðslega húsið með? Já, ég er svo ógeðslegur og heimskur. Já, ég líka. Ef ég sjá að Björnstin. Já, ég vil að sjá að sé Björnstin. Hrafnhildur Lóa Einarsdóttir var kosin vinsælasta stúlkan í fegurðarsamkeppni Íslands árið 1983. Breytti þessi keppni einhverju í lífi hennar? Já, ég var ekkert sérstaklega vinsæl áður en ég tók þátt í fegurðarsamkeppninni. Það kom mér svo óvart. Ég gleymi aldrei, ég bara hló og grét og kannski svona þessi típisku viðbrögð fegurðardrottningar. Já, þetta er borðin sem ég fékk. Það var engin kóróna. Maðurinn minn bjó til þessa kórónu og hann bjó líka til sprotann. Hann er svo rosalega góður í höndunum. Ég bjóst aldrei við að ná svona langt. Ég átti mestalagi vonaði að vera kosin í annað sæti. En stærsti vinningurinn var samt að ég kynntist manninum mínum þetta kvöld. Hann kom sko á ballið á eftir. Hann vissi ekkert að það væri fegurðarsamkeppni Íslands, hann eiginlega bara fylgdist um manst ekki. Já, hún er algjör bomba þessi stelpa. Hún er vinsælasta stúlkan í rúmunni hjá mér. Ef ekki taka myndi vinnunum. Velkomnir! Manninu mínum datt nafnið í hug, þú veist, Vinsól borðarnir. Og ég verð að segja það að þetta er örugglega vinsælasta sólbaðstofan í bænum. Hrafnhildur hefur nokkur ára skeið rekið sólbaðstofuna Vinsól. Allar starfsstúlkurnar mínar hafa einhvern tímann við kostnað vinsælasta stúlkan. Þú? Margrét, 91. Þú? Erla Sif, 98. Guðrún, 65. Ok, stelpur. Vinsól, 99. Bye bye! Já,
Komið sælir og velkomnir í innan plötukynningaþátt. Í þetta skipti ætla ég að taka fyrir plötuna Men Without Hats með samnefndri hljómsveit. Flestir kannast nú við lagið Safety Dance. Þessi plata fékk nú mjög slæma dóma á sínum tíma. Ég hef nú verið að hlusta á hana og komist að því að hún leynir á sér. En hljómsveitina skipuðu Mark Johnson, Stephen Kerbs, Eric Rocken og Wim George. Það var Mark Johnson sem að samdi flest lögin og var jafnframt söngvari. Og við skulum hlusta núna á hérna lagið Sing For Me. Nei, það að koma inn að góða kafli hérna. I know the feeling, I can see it. Gamla konan og geitin jörmuðu saman í nótt. Svo hlógu þær hátt, komist. Farðu þig þegar þú setjið í ruslið. Nei, ekki. Æ, gerðu það. Nei. Ókei. Mér langar í meira kókupöss. Nei, þú ert að fara einn til hérna að læra. Ég sagðist vilja meira kókupöss. Ókei, ef þú frá þig byssuna, þá skal ég gefa þig kókupöss. Ha! Náðu þér! Inn að læra. Þetta er svindl. Inn að læra, sagði ég. Rosalega held ég að eigi eitthvað bágt fólkið þarna hinum megin. Alltaf eitthvað svona tensjón og kuldalegheit í gangi hjá þeim. Jæja, og strákurinn fara inn að læra og ég bara ein eftir. Æ, ég er með hausverk. Ókei. Dragðu þá fyrir og læst útidyrahurðinni. Jæja, mamma og pappi, ég skila kveðju til Íslands, gleðilega páska og við skulum sjá þetta núna hægt. Jæja, mamma og pappi, ég skila kveðju til Íslands, gleðilega páska og við skulum sjá þetta núna hægt. Það er opið! Jæja, ég er með reynafóttið þinn, Rannveig mín. Já, takk. Hvað er að sjá þetta, Rannveig? Þetta er eins og svínastíða hérna. Ég er svín. Þú átt aldrei eftir að ná þér í almennilegan mann með þessu áframhaldi. Della maður. Ég veð í kallmönnum. Lágmark 2 á helgi. Tjekkaði bara í svörtu bókinu minni. Sko, Rannveig, karlmenn eru ekki leikföld. Þú notar ekki bara karlmenn og hendir þeim síðan burt eins og óhreinum sokkum. Come on, ég er ekki nunna. Hæ. Rannveig, hefur nokkuð séð nærbuxurnar mínar? Nei, mér langar ekki að sjá þær. Hérna. Hvaða drengur var þetta? Ég man ekkert hvað hann heitir. Af hverju kemur nú ekki að borða með okkur í kvöld? Þetta er svo mikið ruslfæði sem þú lifir á. Hvað heldur að ég nenni að elda, maður? Ég vil klæja mig. Ég sé komið flatlúsa eitthvað. Hvað? Ég er nútíma kona. Rannveig, þú átt 5 ára dóttur. Þú getur ekki boðið henni upp á þetta. Bara aðra hverja helgi. Give me a break.
Hei, þið, getið þið nokkuð verið með hana næstu helgi? Ég þarf að skreppa til Akureyrar með stelpunum. Hei, wow, ekki reyna að kveiki í mér. Ég reyna að horfa á boxið hérna. Má ég hringi í þig? Já, whatever. Djöfus druslaður þessi strákur. Algjör almannagjá. Djöfus loft er í mér, maður. Með gluggar hérna eitthvað. Guðana bæri, maður. Ógeðslega. Hvaðan hefur stúlkan þennan ósól? Ó, ég bara veit það ekki. Við heyrðum í honum síðast fyrir 2000 árum. Síðan hefur lítið til hans spurst. En nú hann upprisinn með splunkun nýjan geisladisk. All we are saying is give peace a chance. Born to be wild. Hjartaknúsarinn Jesús Kristur með hinn frábæra partidisk í Bethlehem partístuð. Lög eins og Born to be Wild, Give Peace a Chance, Crucified, Aldrei fór ég suður og Paradise by the Dashboard Light. I'm crucified, crucified like my Savior, saint-like behavior, lifetime I prayed. I am crucified for the holy dimension, God-like ascension. Í Bethlehem partístuð, einstakur geisladiskur frá einstökum hljómlistarmanni. Nonni, vaskurinn stíflaður. Já. Það nú allan eitt sem að spliffdonk og gengja ráð ekki við. Gengur illa að byrja að reykja. Verður óglatt og fann hósta. Ekki gefast upp, því með hjálp Nikó-kerfisins verða reykingar leikur einn. Það vitna þúsundir ánægðra þáttakenda í námskeiðum okkar. Ég hafði alltaf átt í erfiðleikum með að byrja að reykja, þangað til ég fór á námskeiði hjá Nikó. Síðan eru liðin 3 ár og í dag þá reyki ég oft meira en pakka á dag og bara get ekki hætti. Við hjá Nikó bjóðum upp á 10 daga námskeið þar sem hún lærir allt reykingar, fær undirstöðu þjálfun í meðferð tóbaks og umfram allt lærir að reykja. Ekki örvænta, fáðu þér Síkó, þú átt að skilið. Nikó, við erum við síman núna. Má bjóða þér kláravínsblöndu, elskan mín? Ég að snirta mig, ástin mín. Ég verð nú að vera fín þegar yfirmaður þinn hittir mig. Ásælega var það almennilegt á honum að bjóða okkur í kvöldverð í naustinu. Það blandaði fyrir mig koníak í kók. Þú ert vonandi ekki búin að klára koníaksflöskuna sem hann gaf þér erlendi viðskiptavinnunum sem þú fórst með í Lax. Hét hann ekki Jack? Þú ættir að muna það, þér var svo vel við það. Láttu ekki svona, vinur. Bíddu, þetta er ekki jakkafötin sem þú keyptir í Karnabæ í dag. Nei, þau eru inn í skáp. Þetta eru kórónaföt. Þú ert glæsilegur, elskan mín. Þetta er svo Tom Jones. Hvert verður svo farið eftir kvöldverðin? Ætla verði ekki farið á röðun að dansa, eða þá á klúbbinn. Það fer allt eftir því hvað þú drekkur mikið koníak í kók. Hvað ertu að meina? Þú veist fullvel hvað ég meina. Þú ert bara að skjalla mig til að hafa mig góðan þegar þú fer að daðra við karlmennina í kvöld. Ég veit ekki hvað þú ert að tala um. Hvaða Vauxhall Viva bifreið var hér í innkeyslunni í gær þegar þú hérst að ég var í vinnunni? Ég þekki engan sem á Vauxhall Viva.
Hvar er Vigfús? Þarna er Vigfús.